Já, komið sæl. Það nú ekki hægt að segja að þessi bongoveður í kortunum fyrir morgundaginn. Við erum hér með lægð sem að dýpka ört þegar líður á kvöldið og nóttina. Og hún mun valda leiðinda veðrið þó sérstaklega norðan til á landinu. Bæði mikill úrkomu og hvassviðri og jafnvel að það sjáist stormtölur sumstaðar úti við norðurströndina á morgun. En hvað var að daginn í dag að þá fór hiti hæst í 16 stig, þannig að það er aðeins búið svona að kólna loftmassan yfir landinu, að það segja miða við þessar svona undanfarna viku þar sem að hiti fyrir gjarnan farið yfir 20 stigin. En ef við lítum á þessa lægð og hvernig þetta er að þróast, þá er hún að leita hér til norðaustur, taki eftir því að hún er að dýpka ört núna í næstu klukkutímana og mun staðnæmast hér rétt úti fyrir Norðurlandi og mun síðan er ekki fjarlægast fyrir en síðla dags á morgun og þetta þrýstir línur og af þeim sökum vel hvasst og talsverðið mikil úrkoma sem fylgir þessari lægð. Þetta hefur náttúrulega allt sína skýringar, það er mjög hlýtt loft sem rekast á við kalt loft hér rétt norður af landinu og það svona keyrir þessa lægð áfram og sjáum við kjarnin og lægðin á morgun, hann er svona kaldari heldur en lofti hér yfir Norður-Atlantshafinu. Skríðum aðeins nær og sjáum hér stöðuna klukkan 18 og svona skýjamestu leyti þá rýndi nokkuð duglega norðvestan til en aðal úrkomubeltið er þá að skríða hér upp að landi og við sjáum hér mjög litaglaða úrkomupalettu fyrir norðanvert landið og veitið athygli á því að það eru 2 viðvaranir sem að taka gildi þá hér á miðnætti, annars er það úrkomuviðvörun á Norðurlandi vestra og Ströndum. Það er búist við að það muni hellirigna og sérstaklega þá á vestanverðum Tröllaskaga frá miðnætti og til svona klukkan 15 á morgun og einnig verður náttúrulega hvasst í þessu við sjáum hér, við sáum tíma hér, vindatölur fara yfir 20 metrar á sekúndu hér rétt norður af landi. En klukkan 15 á morgun þá verður þessi úrkomuviðvörun hún dettur úr gildi þá klukkan 15 en vindaviðvörun á Norðurlandi eystra verður í gildi til klukkan 18 á morgun og enn tölur úrkomu í sögu þegar hér komum við sögu klukkan 15, einnig mun rigna eitthvað hér á suðvesturhorninu, allan svona öðru hvoru. En þróunin síðan áfram til kvölds sú að lægðin fjarlægist og þetta dregur bæði úr vindi og úrkomu en á þriðjudaginn koma síðan næstu skilin, það verður svona suðlægari átt á landinu, öllu hægari vindur, svona 5-10 metrar á sekúndu að mestu leyti en dálítil úrkoma í þessu þá sérstaklega hér á suðvesturhorni landsins og við sjáum það hér þá klukkan 15 á þriðjudaginn. Það getur ringt auðvitað hjá okkur hér suðvestanlands en það er búið að létta til eftir á móti á norður og austurlandi og þar getur hitinn náð 20 stigum aftur. Í framhaldinu síðan á miðvikudaginn þá er spáin svo sem ekki svo glæst, við erum áfram í suðlægri átt og það verður rakt hjá okkur og við rigna nokkuð duglega sérstaklega á suðurhluta landsins, svona minni líkur til þess að það gerir eitthvað markverða úrkomu á Norðurlandi og Austurlandi, geta jafnvel verið sólakaflar þar og svo svona ætlar aðeins að sljáka á þessu kannski þegar komið fram á 50-daginn, vindátt mun allan að snúast örlítið en sérstaklega fyrir hluta 50-dags getur ringt aðeins á suðurhluta landsins. En hvað var það stöðuna í Evrópu og þá sjáum við hér að yfir Noregi að þar eru úrkomublettir og geta gert góða dembu þar á köflum allt frá Oslo og norður að Þrándheimi. Til að mynda var spáin fyrir Þrándheimi í dag upp á sól og 29 stig, þannig að það er aðeins að breyta sveðir þar til morguns. En líkt og í gær úrkomublettir sérstaklega hér í Alpafjöllunum, ágætis veður svona heilt yfir í suðurhlutanum og svo að sama árinu við Íberíuskaga og Frakkland. Fínasta veður áfram á Kanaríum, sólríkt og hitinn í 30 stigum og síðan þegar við förum hér yfir til Norður-Ameríku þá sjáum við það eru skúraleiðingar nánast öll Bandaríkin, þar að segja í mið- og austurhlutanum en sólríkt og út við vesturströndina. En slúið setja gott að vera í dag. Verið sæl.